Komiði sæl, sýnir Egils heilsa á sjómannadegi og daginn eftir forsetakjör. Við munum ræða meir forsetana heldur en sjómennina, en til að ræða við erum fjölmenni hjá okkur núna. Helga Vala Helgadóttir, fyrrverandi þingmaður og lögmaður, Auður Jónsdóttir, rithöfundur og blaðamaður, Atli Þór Fandal, starfsmaður þingflokks Pírata, og Þorvaldur Gylfason, prófessor. Og svo situr Gunnar Smári Egilsson hinum með borðið. En byrjum á náttúrulega við úrslit forsetakosningarna. Kannski komum við ekkert á óvart. Jú, já og nei. Ég meina það fyrir viku, jú. En í gær fyrir þetta, nei. Þessi vika hefur verið alveg bara ótrúlega skemmtileg og spennandi fyrir áhuga fólk kosningar. Það var kannski fyrstu tölu sem að bara sáum Já, þessi kosninganótt var miklu minna spennandi en ég hélt. Þegar Smári bað mig að koma hérna, þá sagði ég, verðum við farin að sofa klukkan 12:40. En svo var maður bara, voru öll partí einhvern veginn að loknast út að bara... Ég fór að sofa klukkan 2 bara. Það var þetta orðið ljóst, sko. Samast tíma heim ár. En Auður, komum þetta á óvart? Núna? Nei, mér fannst það sko að voru svo margir í kringum hann sem ætluðu bara að kjósa strategískt og maður var farin að finna, ég var einmitt með 3 vinkonum mínum að horfa í gærkvöldi og það var svolítið í kringum þær allar og þannig að þetta var, ég held að það var eitthvað svona, var það líka í loftinu. Já, einmitt. En þið, drengir mínir? Það kom mér ekki óvart og ég var kannski aldrei þeirra skoðunar að Katrín ætti þetta jafn mikið og svona var talað en ef það eitthvað sem komur á óvart þá kannski það bara hvað Halla Tómasar með góða kosningu það er miklu meiri munur en ég hefði átt von á sko. Sem þá gott fyrir alla kannski. Sko mér tvennt efst í huga. Annars vegar það að það hefði gerst í fyrsta skipti í lýðveldissögunni að frambjóðandi til embættis forseta Íslands talar vanlíðan margra kjósenda og talar vantraust gagnvart stjórnmálum og viðskiptalífi og það muni ekki nema hársbreidd að hún talaði einnig opinskátt spillingur sem að tröllur íður samfélaginu. Þetta hefur aldrei gerst áður og hún var endar ekki eini frambjóðandinn sem talaði svona, það gerðist Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir líka. Hitt sem mér ofarlega í huga og það skiptir... Hver var svo sem þá tala um fyrr? Halla Tómasdóttir Sigurvegari að sjálfsögðu og hitt sem mér ofarlega í huga það að við sem höfðum áhyggjur af því að þjóðin gætist setið uppi með forseta með kannski fjórðung atkvæða baki sér og sem allir vissu að hefði ekki átt neina vonum kjör ef kosið hefði verið eftir réttum reglum eins og kveðið er á í nýju stjórnarskráni en það gerðist ekki vegna þess að vandleg skoðanakönnun maskínu og fleiri gögn benda til þess að Halla Tómasdóttir hefði verið langlíklegust til þess að vinna einnig eftir réttum reglum og þarna bara þungu fargi létt af okkur sem áttuðumst að þetta enn einn liðurinn í niðurlægingu lýðræðisins í landinu. Smári? Þú fylgist með þessu? Ég get ekki sagt þetta að koma óvart, ég hef haldið þessu fram hérna í marga vikur að Halla myndi vinna. Það er svo mikið sko, þetta eru 10% stiga munur. Hún er með 38% fleiri á bakvið sig heldur en Katrín. Það er ekki bara 10% heldur, hún er með 38% fleiri. Það kom í ljós að Katrín kom inn og mældist held í fyrst með 33% og festist svo í 25% með fjórðung. Og það var augljóst að hún bara var þar og hefði ekki getað náður. Síðan kom Halla Hrund, hann gat verið svona fyrst kannski Baldur og svo Halla Hrund en það var alltaf ljóst vegna, og það var líka út af spurningum það hvernig viltu síst sem forseta, hvernig myndur þú kjósa sem næsta val og annað slíkt og það var eiginlega alltaf ljóst að sko Katrín gat ekki vaxið. Þegar staðan er svo að það er einhver einn sem er afgerandi, ég held ég hafi sagt í einu þætti að besta staðan fyrir Katrín væri að vera 3 jöfn eða 4 jöfn þannig að það myndi enginn færa sig á milli
En ef það gerist að það valkosturinn á milli Katrínar og einhvers annars, að þá erum við eiginlega komin í aðra umferð og það sem gerðist í gær var bara mjög einfalt held ég. Það voru 25% sem voru búin að lýsa sig Höllu megin, 25% Katrínar megin, 50% voru búin að gefa sig upp við aðra, 10% af þessu 50 fór á kjörstað og sá, ég að fara að kjósa hvor verður forseti Halla eða Katrín. Og þau kusu Höllu og hún fær alltaf nændi 10% meira fylgi heldur en Katrín. Mér finnst þetta bara að vera þannig. Nú segja sem til þess að liði Baldurs og eflaust líka Höllu rundar að Katrín hafi raunverulega íðrætt til kosningabaráttu með sko að þetta snerist allt hana og erfitt að koma öðru að. Já, það er alveg að segja þetta þannig í rauninni en sko að því að það er verið að tala að kjósa strategíst og að fólk hafi bara verið að kjósa Höllu Tómasdóttur af því að það vildi ekki Katrínu. Þá finnst mér, ég einmitt þarna líka og mér langar að komast áfram með þetta, Smári, ef ég má hafa orðið í smástund, svo mátt þú, nei. Að því að sko, Baldur var með rúm 30% tíma. Svo kom Halla Hrund og hún fór upp í 30% tíma. Þannig að það voru aðri kandidatar sem höfðu miklu meira fylgi á bakvið í könnunum framan af sem að allir strategerarnir hefðu geta fylgt sér á bakvið. Það sem gerist hins vegar að Halla Tómasdóttir glansar í öllum þessum kappræðum og þegar að fólk fer að hlusta á hana, þegar hún hættir að vera með 3% og fer að rísa aðeins og fólk fer að opna augu og eyru fyrir henni, að þá þetta ekki bara strategíst. Þá þetta líka að hún sækir þetta fylgi og mér finnst að við eigum bara aðeins að vera sanngjörn þarna af því að það voru svo margir sem hefðu geta tekið þetta sem gerðu það ekki, heldur mistu sitt flug og hún bara óks eftir því sem að fólk heyrði meir inni. Það bara þannig. En þetta var líka þessi svona blanda, fólk var að leita eftir einhvern veginn hver kandidatin en svo heyrði maður líka svona fólki fór virkilega að lítast vel á hana eða þú veist það einhvern veginn Það var nefnilega þannig. Þetta er ekki bara að því hún ekki Kata. Ég var svolítið að minna hérna í umræðinni 28% kjósenda kusana fyrir 8 árum. Það var látið eins og hún væri... Hún áttfaldaði fylgi sitt á einu mánuði. Og það var meiri fylgi heldur en að nokkur hafði fengið í könnunum svona síðustu 2 vikur. Það er svona merkileg þraut segja sko. Hún síðast sko hún í öðru sæti og kemur svo 8 ára síðar og sigrar. Og maður hugsaði bara, hún galin. En maður líka bara, þú veist, aðeins taka undir þetta. Þú veist, það er eitt sem að mér veist ofboðslega leiðilegt alltaf við, þó maður ekki verið að tala umræðum við leiðilega, en það er ofboðslega leiðilegt alltaf hvernig það er alltaf svona verið að reyna sko dílitettimæsa fólk og þú veist, Halla Tómasdóttir er ekki boðflenna í þessum framboði. Hún bara, þú veist, hún vinnur þetta með blóðsveita og tári greinilega mjög mikilli vinnu. Hún hefur gert þetta áður, náð svona miklum árangri, hún greinilega kann þetta. Og ég meina eitt sem að þú veist, þessi fortíðarnar hjá viðskiptaráði, þú veist, ég meina það að vinna hjá viðskiptaráði, þú veist, það er svona don't impress me much, sko, en sjáðu þið samt hvernig hún hefur handlegað það. Þú veist, það er alveg ótrúlega flott. Hún er búin að vera núna í 8 ár eða eitthvað svo leiðis eða 10 ár að svara fyrir þetta. Alltaf gert það af alúð, alltaf gert það vel og hluti af uppgjörinu hennar sem aðri mættu læra mjög mikið af er að henni finnst aldrei ósanngjarnt að vera spurð út í þetta. Það er hluti af uppgjörinu. En það er eitthvað svona hreint og beint hana eins og kappræðum heimildarinnar þá... Og ég ætla að fá að skjóta inn og ég held að það sem fólk fíli við hana er bara, þú veist, getur ekki bara verið að Halla Tómasdóttir sé bara ógeðslega næs kona og fólk bara einhvern veginn finni þú veist, þannig að mér finnst rosalega ljótt í dag og mér finnst þetta að vera svona nána svona stop the steal retorik sumstað, sko, að vera einhvern veginn að gera lítið úr hennar sigri og lítið úr sko forsendum kjósenda. Það er ekki alltaf þannig á Íslandi að allir kjósendur séu alltaf að gera allt vitlaust. Þú veist, við erum ekki alltaf svona léleg í lýðræðinu. Það er sagt í dag sko að fólk séu að kjósa með illum hug. Já, ég meina, þetta er algjörlega galið hvernig þessu er alltaf stilt. Auður fyrir að koma svo. Ég bara segi að það var þetta moment í kappræðum heimildarinnar þegar þau voru spurning hvort það væri verið að fremja þjóðarmorð í Palestínu. Þar sem að, þú veist, bæði Halla Hrund og Katrín svona einhvern veginn svara órætt en hún bara sagði bara já og maður sá alveg, þú veist, og hún hugsaði og svo bara já, það er þannig.
það var mjög svona... Hún átti sambarlegt útspil í síðustu kappræðunum líka. Já, í loka kappræðunum á Stöð 2 líklega þegar hún að svara út í Úkraínu stuðningin. Þess að hún segir bara, af hverju það eðlilegt að við ákveðum að kaupa vopn? Við erum herlaus þjóð og við erum með algjör og sérstöðu hvað það varðar. Af hverju höldum við ekki bara þeirri sérstöðu? Það eruðu margir alveg brjálar, fannst þetta algjörlega fráleitt og skildi tjá sig með þessum hætti. Ég held að segja tjá sig. Mér finnst þetta bara mjög áhugavert. Mikil meirihluta íslensku þjóðarinnar. Já. Alveg absolutt. Þórður, þú? Mér þótti málflutningur Höllu Tómasdóttur vera til fyrirmyndara langmestu leyti og ég treysti því að málskotsréttinum sem vel fyrir komið í hennar góðu höndum þegar hún tekur við embætti. Vá, við erum rosalega jákvæð. Finnið það? Ég held að það hafi aldrei verið svona jákvæður hópur inn í þessu stúdíói. Nei, ekki alltaf þannig. Við verðum að finna eitthvað. Ekki bara þannig. Þegar búið kjósa að forseta þá bara sættum okkur við hann og bara óskum velfarnaðar. Það ekki alltaf þannig. Ég held að verði meiri sátt Höllu heldur en hefði til dæmis með fullri virðingu fyrir Katrínu. Ég meina, hún er auðvitað búin að eiga magnaðan stjórnmálaferil. Þá held ég að það verði miklu meiri sátt Höllu. Já, en það er líka bara hluti af því, þú veist, þó að sé alltaf að tala Íslendinga þess að þetta sé óalandi og óferjandi fólk, sko, þá það líka bara þannig að fólk tekur niðurstöðu kosninga með reisn, þá svona kannski, þú veist, sumir mættu aðeins takinni með meiri reisn, en þú veist, almennt og nýr forseti, ég meina, hvenær hefur nýr forseti ekki fengið sko tækifæri til að verða forseti allra, ég meina, svo bara spila menn út úr því og það gerist misvel. Þannig að ég held að þú veist einmitt svona daginn eftir kosningar þá bara svona það er bara, þú veist, það er engin reisn yfir því að vera einhvern veginn alltaf sko að skamma kjósendur fyrir að hafa gert eitthvað rátt, þú veist, þannig ég held að við séum ekki að Nei, ég meina, þess vegna held ég að við séum svona jákvæð, sko, að bara manni langar ekkert að gera. Ákvað ykkur að hætta við að kjósa Baldur eða Höllu Hrund til að það er bara frábært. All þróun sýnir það. En við þurfum að sjá það fyrir okkur. Þá er náttúrulega ekki þannig að þeir sem að gefa sig upp við að styðja Baldur eða Höllu Hrund í skoðanakönnunum séu einhvern veginn búin að sverja einhvern eið eða þetta er ekki svona skuldbindandi fólk er bara svona að velta þessu fyrir sér það er svo að sé bara við eitthvað hlaðborð að athuga þú veist hvað langar mig í og langar mig í rækjur eða eitthvað kannski að fá með En þú sér, sko straumurinn er semt frá þeim og yfir til Höllu Tómasdóttur. Sérstaklega frá Baldri, hann tapar 70% af sínu fylgi, sko. Það held ég að sé að Baldur og Halla Hrund, að þau eru kannski af þessum sem eru efst, sem að hafa kannski svona minnst gróið persónufylgi í íslensku samfélagi. Þetta fór ekki frá Jóni Gnarr sem er bara þannig maður og búinn að vera það lengi í íslensku samfélagi, stór og mikill, að hann hefur mjög traust persónufylgi og það var fólk sem var bara til að kjósa hann án tillits til hverjir þið forseti og það sama verður náttúrulega með Katrínu Jakobsdóttur sem á eitthvað svona 25% fylgi Jón eitthvað 12 eða eitthvað en Baldur og Halla Hrund er ekki alveg af sama svona kaliberi þannig að þeirra fylgi hlaut alltaf að verða svona rókjarnara En sko 25% af fylgi Katrínar eru auðvitað hellingur, þetta er auðvitað miklu meira heldur en hennar flokkur hefur nokkuð tíma fengið í kosningum en auðvitað er þetta helmingurinn af því sem að skoðanakannanir sýndu fyrir 8 árum, sko, þá var meira en helmingur þjóðarinnar sem að vildi fá hann sem forseta. Það er eitt annað í þessu sem að gleður mig mjög og það er hversu úrslitin eru nauðalík í öllum 6 kjördæmunum og það er þetta sem gerist í kosningum þar sem hver maður hefur eitt atkvæði. Þetta var eins í þjóðaratkvæðagreiðslunum nýju stjórnarskrána 2012 að þar var næstum engin munur á úrslitunum eftir kjördæmum og þessi bara svona á lífið að vera þetta finnst mér að vera dásamlegt hún hefur gott umboð eins og var þetta að túlka hún sigrar allstaðar og líka sem er alveg vert að tala náttúrulega þáttakan er mjög góð Herri, ég misti því hún er bara slæri upp í 80% sko, hún er ekki 80,8% sem er mest síðan 96 og það eru ótrúlega jákvæð tíðindi því að þú veist við svona kannski þurfum svolítið á því að halda að sko hnignunni minnki þó það getur vel verið að þetta sé ekki við þurfum kannski að berjast fyrir að þáttakan í kosningunum til þingsins næst verði mikil þetta segir okkur kannski ekki allt það en þú veist mér finnst þetta
finnst það mjög jákvætt og þess vegna kannski tek ég svona svolítið ekstra nærri mér svona einhvern veginn að það sé verið að skammast í fólki sko, því að við gerðum þessar kosningar mjög vel. Og mikil kosningaþátttaka skýrir líka hversu vel Halla svífur yfir Katrínu. Vegna þess að mikil kosningaþátttaka þýðir að unga fólki kemur á kjörstað og það getur munað ef það er kannski 76% eða 80% kosningaþátttaka, þá er það yfirleitt alltaf yngsta fólkinu sem að þýðir þá að það er kannski að kjósa sko 15-20% lagar ef það fer svona mikið niður og þegar maður skoðaði Katrín hafði ekkert fylgi á yngra fólki en Halla alveg umtalsvert. Það var líka einhvers konar ákall komið í loftið eins og hann Björn kvikmyndagerðarmaður skrifaði grein á Vísi og sagði kjósið Höllu Tómasar. Hann var uppalega stuðningsmaður Höllu Hrundar en hann var búinn að skrifa pistil bara til að undirstrika mikilvægi þess að hans mati að Katrín yrði ekki forseti og svo bara kom þetta þannig að það voru svona hlutir líka að gerast og fólk er líka kannski rótakarast Já, en svo sá maður Jón Ignar líka, unga fólki svolítið í hann. Já, en svo sá maður í morgun líka mætan menningarvita tala að þetta veri menningarsögulegt stórslys að Katrín Jakobsdóttir hefði ekki orðið Nú langar maður aðeins að grípa inn í þetta eftir að hafa fylgst með umræðu síðustu daga og þessum lukkurriturum sem eru sendir inn á sviðið til að einhvern veginn afvegaleiða umræðu að þá kemur til mér bara hvað er menning að því að þegar það eru bara spurningur í loftinu bara sem bestan lýðræðislegan framgang þegar það eru spurningar sem varða einmitt eins og þetta þegar fræðimenn eru komin í búning almannatengla eða eitthvað þetta er menning, það er menning að geta hanterað lýðræðislegar kostningar vel að við séum færum það Þannig að menning er ekki bara að lesa allar jólabækurnar eða skrifa hvað glæpasögur. Þú veist, það er bara... Nei, hún hefur aldrei lifað á listinni. Steinunn Ólína hefur gert það alla tíð, alltaf. Og hefur ekki, þú veist, ef við ætlum að fara að tala um listir og menningu, þá er það auðvitað þannig. Þannig að segja að þetta sé menningarsögulegt stórslys að það er auðvitað, þú veist, en ég skil samt alveg að fólk getur verið tapsart. Það er bara fallegt. Já, en þetta er svona, en kannski bara á þessu nótum, þú veist, það er náttúrulega eitt líka sem að, ég ætla bara að segja að ég fagna því. Mér finnst það mjög hollt fyrir lýðræðið að vinsælukrakkarnir fái stundum svona reality check og það er það sem gerðist núna og ég er bara ánægður með það og það má, þú veist, og ég veit að við hinn erum aldrei að gera þetta rétt sko, en ég meina það er bara mjög jákvætt. Það er bara mjög jákvætt vegna þess að það er búið að tala og það er búið að vera linnulaus áróður og sko það að bara hún Katrín nánast eigið þetta. Það er búið að kalla, þú veist, það var byrjaði þetta að gera lítið úr og vera reið við þá sem ætlaði að fara fram. Þetta væri bara allt einhverju vitleysingar og bara væri allt og lágur þröskuldur, þú veist, öll þessi umræða. Og þú veist, og svo kemur bara í ljós. Það sem að kemur einmitt alltaf í ljós þegar það er gengið til kosninga, því að munurinn á þessum kosningum og til dæmis alþingiskosningunum er það að núna er engin atkvæði til að millifæra yfir á annan, sko. Þannig að þú veist, þetta er bara niðurstaðan. Og þá kemur þetta alltaf í ljós að vinsælu krakkarnir. Þau eiga þetta bara ekkert, jafn mikið og þau halda. Svo hefur stuðning háls sjálfstæðisflokksins. Já, og bara, þú veist, og það séu kallaði fram einhverjir, þú veist, akademikar sem að, þú veist, eru bara, almannatenglar og það sé, þú veist, umvöndun og yfirlæti og allt saman. Ég ætla bara að segja, þessi niðurstaða, hún er bara mjög holl fyrir okkur, vegna þess að hún bara sýnir að það er rangt sem er alltaf sagt að Íslendingar kjósi bara yfir sig hvað sem er og séu algjörðu vitleysingar. Ég horfði á sjónvarpinu í gær og það var á báðu stöðum heyrði að þeir voru að tala hvað umræðan væri orðin mikil í samfélaginu. Það væri heimildin og hitt og þetta og póstkast hér og þar, en hvorur stöðinni var minnst á samstöðina sem er náttúrulega búin að vera langmest umræðan yfir þessi mál. Og réð úrslitum kosninganna. Katrín Jakobsdóttir neitaði að koma hingað og tapaði náttúrulega. En sko... Það neitaði hann að koma? Eini forsetaframbjóðandi sem vill. Herðu, sko, nú tekur Halla við 1. ágúst. Og það er, sko, ríkisstjórnin er nánast á líknadeild, sko.
Þannig að það gæti beðið hennar strax eitthvað svona, það sem hún þurfi virkilega láta til sín taka svona pólitískt. Ég get ekki séð að þessi ríkisstjórn haldi út, reyndar held ég að, sko, Kristján Loftsson fær hvalveiðileyfi sennilega á morgun. Það var svona beðið með það fram með kosningarnar. Og það var eiginlega mikill niðurskurður í þorsk og ýsuafla á morgun líka. Já. Þannig að 10% fall í ferðamönnum, við erum að ganga inn í efnahagssamdrátt, það sem þegar var komið fram á fyrsta ársfjórðungi þess árs. Og ríkissjóður alveg galopinn, það er verið að lofa að taka milljarða til milljarða þar sko að lána hana til að halda hluta samfélagi ákveðið, það vantar svo margt hérna. En sko Halla Tómasdóttir, hún getur staðið frammi fyrir því bara á fyrstu dögum embættisins að þurfa að hafa afskipti af pólitíkinni. Þórhallur, heldur þessi rétt? Þetta er rétt, jú, en svo er annað sem ég langar að nefna og það er það að Halla Tómasdóttir, glæsilegur sigurvegari, hún var ásamt Steinunni Ólínu, svo ég nefni hana aftur, bara eini frambjóðandinn sem að talaði opinskátt og ítrekað þá smán sem Alþingi hefur kallað yfir þjóðina með því að vanvirða þjóðarviljan í stjórnarskrármálinu. Þannig að ég ber fullt traust til Höllu Tómasdóttur að hún muni nota forsetaembættið eins og lög gera ráð fyrir og stjórnarskráin til þess að ýta undir þjóðarviljan og segja Alþingi til syndanna þegar það á við. Þannig gæti hún, ef hún kissi, skipar sér í sveit með besta forseta lýðveldisins frá mínu bæjardyrum séð, sem er Sveinn Björnsson. Já, en er ekki sko, þannig, hvað segir þið hérna, ríkisstjórnin, er hún ekki mjög tæp? Hún er búin að vera tæp ansi lengi. Já, en hún er enn tæpari eftir þessar breytingar. Ég held að meðan að Bjarni Benediktsson er forsætisráðherra þá sé Sjálfstæðisflokkur til að gera hvað sem til að halda henni saman. Það er ekki hægt að bjóða, ef það verið ríkisstjórnin springur, að þá verður Sjálfstæðisflokkurinn að fara með formann sem að hefur tvisvar sinnum leitt ríkisstjórn í bæði skipti fengið hennar í andlitið. Ég held að það sé opin búð fyrir VG og Framsókn að fá bara sínu fram í þessu ástandi. Þannig að ég hef eftir að sjá það hvernig svona spilast úr þeim átökum. Það virðist vera að eins og reyndar í flestu flokkum að þá er forysta Sjálfstæðisflokksins nokkuð ónæm fyrir það hvernig sko grasrótin í þeim flokki líður. Þeim er alveg til að fara þvert á vilja hennar aftur og aftur. Kannski þurfa Vinstri græn að springa. Þau eru bara hverfa á þingi og kannski þurfa það eitthvað stórt til að fá svona... Það er eins og froskurinn sko í pottinum. Að þú hækkar alltaf, nei við náðum ekki þjóðgarðinum í gegn, við náðum ekki þessu í gegn og alltaf verið að hækka. Froskurinn í þessu potti, hann er löngu soðinn sko, það er bara beinagriðin af honum og svo er bara kjötið á honum orðin eitthvað súpa í vatninu sko. Þannig að ég held að hann stökk ekki upp úr. Ég ætlaði nú að reyna að láta sko, ég ætlaði að stýra þessu þætti skilurðu, ég ætlaði að láta rauðina ganga í hinn áttina en ef enginn grípur orðið þá talið þið bara tveir saman. Já, við gerum það alltaf. Já, ok. Nei, pólitíkin sko. Þú veist, þetta sko, Svandís sprengir í haust. Af því að það er eini möguleikin á að VG þurrkist ekki út. Og hún mun gera það á einhverjum svona prinsipi, einhverju bara sem kemur og Halla verður í nákvæmlega sömu stöðu og Guðni var 2016. Að þurfa á fyrstu dögum í embætti að díla við það að ríkisstjórn springi í byrjun september. Það verður þannig að því að Svandís, hún veit sem að það verður að sprengja ríkisstjórnina ef að VG ætlar að eiga möguleika að halda sér inn á þingi í næstu kosningum. Að því að Katrín er farin og þau verða að fara aftur í ræturnar og það gerir enginn nema Svandís. Hún fer í bara kvenfrelsið, umhverfi, eitthvað náttúru, allt það sko, bara svona og vinstra korið sitt og hún gerir það vel, hún kann það og þannig nær hún að halda VG inni eftir næstu kosningar. Ég þú sé bara alltaf að það er stödd í lífinu sínu, sko, heldur þetta? Nei, ég held ekki. Þetta er 6 ára þrotlaus barátta. Já. Ég sé ekki að fara í það, sko. Jú, ég held það. Af því að þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn munu auðvitað ekki sprengja. Hún alls ekki. Nei, ég meina, hún er ekkert þreytt, sko. Hún mun bara
bretta upp ermar og fara í þetta sko. Ég ætla svona tóldi að taka undir þetta sko. Svandís hún líka bara það merkilegur stjórnmálamaður þó að hún fari í taugarnar af fólki og eiginlega kannski út af því hún fari í taugarnar af fólki. Mest í taugarnar á sjálfstæðismönnum. Því hún nær árangri í þeirri stöðu sem hún en kannski eini fyrirvari sem ég myndi setja við þetta að að það orðið svo mörg ár sem maður sko einhvern veginn hætti að geta alveg spáð fyrir hvað VG gerir því að þetta orðið svo, þau eru maður skilur ekki alveg orðið bara í hvaða stemmingu þau eru. En Katrín er farin. Og þá kannski einhver séns að þau geti tekið alvöru samtöl sín á milli. Að Svandís gerði uppgjör við pólitíska arfleifð Katrínar Jakobsdóttur. Dream on. Dream on. Þú veit ekki hvað einið eru. Nei, þetta ekki pólitískt uppgjör við Katrínu Jakobsdóttur. Hún ætlar að bjarga vinstrihreyfingunni grænu framboði frá bráðum mjög hægfara dauða. Samt sem áður. Hún getur ekki farið að óbreyttu í kosningar af því að þau munu þurrkast út. Ég meina, Svandís búin að vera að segja við okkur í 10 ár að við séum bara hólpin að því að við séum í höndunum á Katrínu Jakobsdóttur. Að hún sé í ráðuneytinu. Hún er farin. Ætlar hún þá að koma fram og segja að stefna sem Katrín Jakobsdóttir rak var kolröng? Nei, hún mun finna bara eitthvað eitt lítið. Þetta verður ekki stefna ríkisstjórnarinnar sem hún er að labba í burtu frá. Það verður eitthvað eitt, það verður ekki einu svona í fjárlagafrumvarpi. Þetta verður bara eitthvað svona eitthvað í ágúst eða septemberbyrjun. Sko, nú eru þið komin út á svona djúp sálarfræðilegar lendur þar sem ég þekki ekki handa mína skil. Svandís er pólitískt villindýr. Hún elskar að fá athygli. En mér finnst svo gaman að greina þessar kosningar líka. Já, það er reyndar og sko kosningabaráttuna. Það er mjög skemmtilegt að horfa á hver slátraði möguleikum Katrínar á að fá meira fylgi. Hverjir voru það? Hvernig datt henni í hug að hafa það ráðgjafa í kringum sig sem hún hafði? Annars var fólk sem búið að vera við hliðina á henni sem forsætisráðherra sem hafði enga möguleika á að spegla almenning og hvað almenningu var að pæla því þau eru búin að vera með henni inn í ráðuneytinu sem algjör búbla, alveg eins og þingið. Þetta er svona bergmálshellir. Hún með það fólk og hins vegar hún með innmúraða valhallar meðlimi. Ég meina Kristján Þór Júlíusson var í alvöru að setja tómatsós og sinnep á pilsurnar fyrir norðan og þeim fannst það góð hugmynd. Þess vegna hún föst í 25%. En þetta stuðaði ekkert bara vinstrafólk, þetta stuðaði líka hægra fólk. Já. Þetta er bara samkrull af, þetta ekkert bara eitthvað vinstri hægri, bara fólki fannst bara svo margt undurfurðulegt í þessu og bara birtingamyndin sem einhvern veginn braust þarna fram við hennar gjörning. Ég held að þetta var afhjúpað eitthvað, miklu meira, bara einhverja menningu sem bara eitthvað farin að daðra við einhverja ungverska tendensa, og það það sem svo áhugavert að greina og bara að hún einhvern veginn afhjúpaði sig svolítið í þessu. Það þessi umræðum elítunnar sem var mjög áhugaverð og skemmtileg í aðdraganda kosninganna sem við ættum að halda áfram. Þetta var það. Yfirbragðið var það. Og það er vandræðalegt að reyna að afneita því. Þegar hver forstöðu maðurinn og fætur öðrum kemur fram og ritar greinar og ég meina þetta er bara höfuð menningar elítunar, ég meina akademíu og þú veist. Fyrirverandi stjórnmálamenn alveg í langi bani. Já, ég meina Össur Skarphéðinsson á öllum myndum. Þú veist, ég meina hvað, þú veist. Það voru svona kallar sem bara eldu upp þræðina á Facebook. Það var bara Ólafur Ragnar væri fyrir kosningar með ramma. Bara einhverjum pælingum og hugsunum fólks. Bara eitthvað, eða svona bara endalaust með eitthvað þú veist, að setja einhver spurningamerki og sem allt í lagi. Ég meina, það líka ákveðið gæðamerki að allt þetta frábæra fólk treyst henni. En það hefði mátt vera meiri Kata og minni Katrín í þessari kosningabaráttu. Þá hefði hún náð kannski breiðari skírskotun einhvern veginn. Ef hún hefði verið meiri Kata og minni Katrín,
Sko, en þau fóru í akkurat. Það var samt verið að segja að hún hefur verið að rýbranda sig, sko. Þú getur ekkert bara eftir halva mínútu sagt þú sést alveg ný Kata, þú veist. Nei, líka bara því hún talar ferilinn sinn í hverju einasta svari. Já, það er líka sem er svo áhugavert við þetta. Allt í einu sé bara allt orðið ekki pólitískt, að frumvörp sé bara eitthvað sem einhverju embættismenn búið til og þú sést ekki pólitískt bara þú stígur út í stjórnarráðinu. Mér langar svolítið að nefna sko Steinunni Ólínu, því að þú veist, hún er svona, mér finnst hún svo gott dæmi eitthvað sem að sko var bara, þú veist, það átti bara að koma fram við hana eins og boðflennu. Og ég meina auðvitað þú veist, hún fekk hvað 1% eða 0,7% eitthvað. En ég held hins vegar að Steinunni Ólína hafi frelsað aðra frambjóðendur, þú veist, efstu 4 frá því sem að var reynt mjög mikið til að byrja með, að það bara mætti ekki ræða neitt. Þú veist, þetta eru kosningar persónu. Við getum rætt fyrirskrana, við getum rætt persóna eiginleika og við getum rætt framtíðarsýnina. Þetta er það sem við getum rætt. Bara, þú veist, og það er ekkert annað að ræða. Þannig ef það er svona, þú veist, að þessi hugmynd sem er alltaf verið að halda manni, að þú veist, að það með ekki fara í eins og þú orðar þetta svo vel, þú veist, það má ekki fara í boltan, en ef mannin þá var mannin ekki boltan, eða var eitthvað sem sagði það, en það er engin bolti. Sko, Steinólín er eins og gjörningalistamaður. Ég er að segja, skilur, þú veist, að ég eiginlega, og ég meina, ég er svo sem vinurinn að Steinunnar, sko, þannig að þú veist, svo það tekið fram, en þú veist, ég eiginlega vil, þú veist, líka bara þakka henni sérstaklega þegar mér finnst eins og hún hafi bara rutt brautina ásamt fleirum til þess að væri raunverulega hægt að ræða eitthvað. Af því að það var alveg linnulaus áræður í byrjun að það mátti ekki ræða pólitíkina, mátti ekki ræða störfin, þú veist, það mátti bara einhvern veginn. Og ekki bjóða sig fram. Og þú veist, þannig að og auðvitað var þetta elitismi og þetta er svo, þú veist, og þetta er svo típist fyrir vinsælu krakkana að svona bara hýja og benda að það má nota orðið elita. Við vitum öll að það er gallað orð og það lýsir, þú veist, og menn geta svona, en þú veist, þetta var elitismi og elitan raðaði sér á bakveðana. Þú getur talað líka bara samtakamátt bara fólks með raddsvið og bara vald einhvers konar, eða þú veist, það var þessi samtakamátt. Þetta var bara klíkumyndun peninga, stjórnmála og menningar. Það er það sem gerðist. En svo líka þegar fólk segir bara, þú veist, má ekki allir hafa sína skoðun, en þegar þetta er einhvern veginn mann farin að upplifa sig einhvern veginn svona systematíst verið að búa til einhvers konar bandalag á milli mjög ólíkra afla í samfélaginu sem eru þó einhvern veginn valdaflin og þú veist. Og ég, má ég segja eitt sko líka. Þegar ég er að spá í hvernig ég vil kjósa, þá skiptir mig máli hvort að fylgjendur og svona hörðustu stuðningsmenn hafi getu og vilja til þess að sé veitt aðhald. Þess vegna þoli ég ekki Bjarna Benediktsson og fólki í kringum hann, vegna þess að það er alveg sama hvað hann gerir, þau munu alltaf verja hann, það er alltaf dónaskapur að segja nokkuð hann. Og sama er með Katrínu í þessu tilviki. Þannig að ég er líka bara ánægður að við erum ekki með forseta núna sem að sko bara má ekki anda á. Ég veit að næstu dagar verða þannig að við verum öll rosa jákvæð og það verður mikill samhugur, en það skiptir máli þegar það kemur á stjórnmálum og þegar kemur að kjörnu fólki, ekki bara hver þau eru, heldur líka hvað fólki í kringu er. Og þú veist, það hefur verið hluti að vanda síðustu ára að það hefur verið sko, okkur hefur verið fyrirskipað og það hefur verið dónaskapur að tengja saman gjörðir og orð og benda á að þetta gengur ekki alltaf alveg upp. Þannig að það er líka, ég fagna því líka. Ég vil bara að það sé hægt að veita fólki aðhald. En það er þessi PR-kúltúr líka, að eyða merkinguna úr öllu, þú veist að það bara alltaf haldið áfram, það verður eitthvað svona fólk mótmælir eða segir eitthvað en það bara beðið af sér og það er þetta svona smúðar hlutinu bara einhvern veginn komnir í gegnum einhvern veginn ekkert hefur merkingu lengur. Og það er eitthvað í þessu öllu sem er að særa einhvern veginn svona hjá mörgum, einhver svona bara gildismat og það sem fólki finnst að vera að skynja eða setja spurningamerki við að það er einhvern veginn svona einhver tilneying að máða út eða einhvers konar yfirlæti og ég held að það hafi svolítið líka einhvers konar yfirlæti við þessa kosningabaráttu stuðað alveg rosalega marga. Og sem betur fyrr. En þetta hefur tapað í kosningunum með svona kallað intelligensíuna sem hefur ráðið í hverju forseti, Kristján Eldjárn,
Vigdís Finnbogadóttir, samþykkti Ólafur Ragnar, samþykkti Guðna, en núna fá þau sko forseta sem að þau upplifa bara alls ekki í sínu liði. Veit ekki í hvaða eyju Grettir Ásmundsson synti og við náðu sko Gunnar á Hlíðarenda sko frá hvað bæjan var og fram til göttunum. Það hefur verið að byrta þetta, þið takkið eftir þessu, þetta er Íslandsmóti... Eins og væri heimsk. Já, það er Íslandsmóti tapsarra sem að fer fram núna í dag, svolítið, og menn er að kasta svolítið á það að þarna kemur kona. Það voru allt öðru sviði, sko. Þegar ég var alast upp þá trúði ég því að ég yrði að kunna Íslendingasögurnar og Halldór Laxness til að vera eitthvað með nefnt að hlusta á mig, sko. En ég held að Halla kunni þetta ekki. Og hún mætir til sviðis og þetta er fyrsti forsetinn sem að er ekki með báðar fætur inn í svona, hvað er það að segja, íslenska þjóðar og menningar. Fröys hún ekki bara þarna, þetta er raðaspurningar? Nei, ég held hún sé ekki þarna, hún kemur á allt önnur tegund, en það sér maður núna í Íslandsmóti tapsára sem að fer fram á Facebook í dag, að þetta er það sem að pirrar fólk, sko. Og að einhver leiti þá misti þessi hópur með því að velja líklega bara vittlausa frambjóðanda, Katrín Jakobsdóttir, misti þetta vald sem hún hafði haft í íslensku samfélagi. Já, meinar ekki heimskan, heldur bara rangan frambjóðanda. Nei, já, þeir völdu vittlausan, já, ég meina rangan frambjóðanda. Já, þið vorum að tala um... Katrín Jakobsdóttir myndi fara örugglega 9,9 í svona prófi, sko. Já, líklega. Leyfðu mér að nefna eina mikilvægar sérstöðu sigurvegarar, Höllu Tómasdóttur. Hún er einn örfárra forystumanna í íslensku atvinnulífi sem hefur lýst eftir uppgjöri við hrunið. Og þetta á ekki bara við hana, heldur suma af hennar nánustu samstarfsmönnum í viðskiptalífinu hér heima, og þetta er bara mjög verðmæt sérstaða. Og þess vegna treysti ég henni svona vel fyrir málskotsréttinum. Við fáum að reyna það á eigin skinni bara fljótlega eftir að hún tekur við embætti, vegna þess að þá væntanlega í haust eða eftir áramótin kemur þetta makalausa lagareldisfrumvarp frá Alþingi inn á borð hjá forseta, og ég bara treysti því að hún fylgi 70% þjóðarinnar sem hafa lýst sig andvíg frumvarpinu eins og það er núna og eins og það kemur væntanlega frá forhertu Alþingi. Þannig að við skulum fagna þessari sérstöðu Höllu Tómasdóttur. Hún er mjög verðmæt og hún er mjög sjaldgæf, þessi sérstaða. Það er gott að heyra. Hérna má ég segja eitt og þið með vera ósammála sem. Það er eitt sem að mér fannst mjög svona interessant í þessari kosningabaráttu, að þú ert með sko Höllu Hrund og Höllu Tómasdóttur sem einhver leiti er svona svolítið aldar upp úti. Halla Tómasdóttir er kannski svona meira bæði á Íslandi og það var mjög áhugavert til dæmis að Halla Hrund þegar hún byrjar, af því hún er ekki sko hún hafði ekki mjög mikla reynslu í sko pólitíkinni hérna heima og maður sá það hvernig þá svona stundu tók á hana, en þá byrjar hún rosa mikið að flagga sko gjörðum sínum og verkum og getu og en svo sérðu sko að þeir sem eru svona svolítið aldur upp hérna á Íslandi, þeir fara að flagga frændum sínum og hverju skildir og svona og Halla Tómas sko einhvern veginn brúar þetta líka eða eitthvað svona, þú veist, hún kveikti á því held ég, og ég veit ekki hvort það var í þessu kosningum, að þú veist, hér skiptir máli hverju þú þekkir og hverju þú skildur og hverju þú varst með í skóla og svona, það er eitt, og ég er ekki að tala þetta niður, það er bara eitt af því sem fólk, þú veist, sem skiptir miklu máli, en mér finnst það mjög áhugavert í þessu kosningu, hvernig svona fólk sem að einhvern veginn hefur tekið eitthvað uppeldi úti, það leggur svo mikla áherslu á sko meritið og fattar svo, já nei, það er ekki, þú veist, við þurfum líka, maður það líka að vera að kamma og hluta samfélaginu og svo sem sagt með Höllu Hrund að þá verður mjög augljóst að hún er óreynd að einhverju leyti og það var alveg stokkið á það en minna kannski sko, hún fekk svona minna kannski að nota þess hvað hún samt í raun og var fljót að læraði hratt í kosningabaráttunni. Og ég held að sjó svolítið í hana. Já, ég meina því hún sveif svo hátt svo fljótt og já. Og það er líka alveg forvitnilegt með allar þessar sögur sem gengu hana, Höllu Hrund og hann Baldur og það voru rosalega sögur og sko kannski þau virtust þarna fyrr vera einhverjir frekar vera ógnin eitthvað og það var þessar sögur alveg stúdíu, hvaðan þeir komu og hvernig þeir voru á hvers maður svörum. En þess pointið sem ég ætla að segja líka er bara, þú veist, að mér varst Halla, þú veist, eitt af því sem ég held að fólk bara, þú veist, tengi við þú veist, Halla Tómasar greinilega er bara, hún er rosa mikið
sko, hún bara tappar inn á tíðarandan, hún bara virðist einhvern veginn ná að skilja umhverfið sitt og það var margir í kringum í sem töluðu til dæmis þegar hann held ég var á Stöð 2 og hún þú veist, voru að tala hvað væri með mikla tilfinningagreind sem eitthvað sem ég kannski hafði ekki verið að spá í. Já. En það varst... Já, sko, það fór svona, fyrst sko, þá fannst mér hún brjálæðislega amerísk. Bara játning hér í beinni útsendingu. Og ég sagði bara, þú veist, mér fannst þetta svona mjög amerísk ásýnd og ekkert sérstaklega svona aðlaðandi. Og svo þegar hún fer í allt nafnakallið, það finnst mér heldur ekkert aðlaðandi. Þú veist, allt, en það gerir auðvitað Katrín líka. Það sem Katrín gerir líka sko, það annars vegar verið að kvarta yfir því að það sé alltaf verið að samsamana við pólitíkina. En svo í rauninni svarar hún engri spurningu nema að vísa í störf sín í pólitíkinni. En vill ekki að hún sé spurð út í störf sín í pólitíkinni, en vill geta svarað í þannig. Draga fram það sem hún ekki ákvæmt. Já, þegar það hendar og svona. Þannig að þetta var auðvitað að smá svona. En sko, auðvitað var sko svona brútalitetið gagnvart Katrínu fóru auðvitað út yfir velsæmismörk á köflum. Og það var alveg þannig og þú veist, eitthvað svona ógeðslega myndir og eitthvað svona algjört nýð algjör óþarfi, það þarf ekki að vera svoleiðis á meðan að sko greinum það að forsætisráðherra labbi út úr ríkisstjórnarsamstarfi inn í forsetaframboð, það er það sem að fór fyrir brjóstið á langflestum. Sko sjáiði fyrir ykkur að Sjálfstæðisflokkurinn hefði verið rólegur með það að forsætisráðherrann Katrín Jakobsdóttir sem var í stjórnarsamstarfi með Samfylkingunni hefði labbað út úr forsætisráðuneytinu og í forsetaframboð. Hefði Sjálfstæðismönnum þótt það eðlilegt. Aldrei á milljón árum. Það hefði allt orðið vitlaust og talað vanhæfi og en af því hún er að labba út úr stjórnarsamstarfi með Sjálfstæðisflokknum sem er auðvitað mjög dóminerandi aðili í fjölmiðlum í sko akademíu og allstaðar öllu þessu samtali í samfélaginu að því að hún var að labba út því samstarfi að þá bara er það gott og blessað. Ég meina það hefði aldrei verið samþykkt ef hún hefði verið að labba út úr jafnvel bara menntamálráðuneytinu í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur. Það hefði bara verið óhugsandi. Ég trúi þessu. Og eitt af því að Þorvaldur er alltaf að tala svona erindi Höllu, það sem hún hefur verið sagt og þetta er náttúrulega líka keppni í því að erindi Höllu var að sumleyti skýrt, hún talaði að vantaði umbreytinga forseta. Hún greindi að það væri vandamál í samfélaginu, það væri bara ójöfnuður, við værum komið með stjórnarstefnu sem að styddi stríð en ekki frið þvert á vilja almennings og hún var með svona mjög gagnrýna sýn á stöðuna sem er. Kannski var þetta erindi kosið því að erindi Katrínar var að mörguleyti óljóst og ég veit að ekkert ykkar getur umverulega nefnda. En það líka sko, fólk skynjaði alveg bara óróleikan í kringum Katrínu. Það var nokkuð ljóst að þessu óróleiki myndi bara halda áfram og þá í kringum hana sem forseta. Þannig að þú veist, hún í rauninni, hún er, eins og hún var að tala um þetta skautun, þá er hún að skauta. Eða, þú veist, skautadrottning. Já, skautadrottning. Þannig að þetta var svolítið svona, ég held að það hafi líka alveg verið bara að fólk hafi verið að leita eftir einhverju bara ró. Já. Ég ætla að fá að taka undir það. Það er svo mikið kaos í kringum hana, þú veist, í kringum ríkisstjórnina og kringum pólitíkina að því ég hugsa oft til þess, ég ætla að viðurkenna það að mér leist ekkert rosalega vel á Guðna fyrst sko, en leist heldur ekki illa á hann sko, bara en svo fann maður það bara svo hratt, þú veist, hvernig Guðni færði svona, þú veist, ró á Bessastaði, þú veist, tók Bessastaði út úr pólitíkinu og það var svona eitthvað traust, þú veist, sem að maður gætt bara fundið. Og var forseti þjóðarinnar svo sannarlega. Það er bara ekki sá viðburður sem að hafa beðin að mæta á sem hann mætti ekki á, sko. Já, og ég, sko, svo það sé þá, sannfærist ég alveg 100% bara mikið stuðningsmaður. En ég er að segja, þú veist, það er líka, mér finnst bara mjög líklegt að, þú veist, fólk hafi viljað það, sko. Ég meina, ég held að Halla, hún kemur með erindi sem að er, þú veist, gott, en hún kemur líka bara, held ég, með ró og þú veist, ég held að það skiptir svolítið máli að þú veist að fólk fann það
hvað hún, þú veist, var næm. Já, en hún tekur semst í góðu búi. Já, algjörlega. Já, Guð, algjörlega, en ég meina alveg svo með Guðna, hann þurfti að skólast í þessu. Hann var, sko, framboðið hans reyndi mjög mikið að gera hann forsetalegan í hans framboði og þess vegna tapaði hann fylgi í rauninni en ekki það miklu að hann tapaði kosningunum. Ég meina hann var að mælast með 60% og endar á því að vinna með 34-6% umhverfis af því að það var verið að reyna að gera hann svo forsetalegan og hann var svona forsetalegu fyrst og manni fannst hann kannski ekki alltaf alveg brjálæðislega einlægur í byrjun en svo bara settist hann einhvern veginn og varð bara rosalega góður og öflugur og hann var ótrúlega mikill vinur samfélagsins og sendi ógrynni brefa á fólk sem að áttum sárt að binda eða hafði unnið eitthvað eða bara alls konar. Ég fikk bréf frá hann, það er pappa minn og kannski að ég er svo mikil elíta. en það var mjög fallegt og ég var mjög hrædd en mér skilst hann vart fólk hafi fengið eða þú veist og hann var svona umhugað persónulega einhvern veginn til fólks held ég. En mér finnst ljótt núna þegar einhverju svona þessi svona Vesturbæjar menningar stolt eða hvað það allir þessi póstar eitthvað á Facebook að þú veist, nýr forseti þú veist, sé ekki nú menningarlegur eða menningarlæs eða eitthvað svona mér finnst, þú veist, hún veit og kann örgulega bara alls konar sem bara mjög margir af ekki ekki reynslu þó hún spil ekki harmoníku þröngsýnt að þú veist að þú ég var einmitt að tala það sko hvað þessi sín intelligensiunar á því hvað íslensk menning frekar þröng það eiginlega bara að þú þarft að kunna, þú veist, þinn Jónas og þinn Laxness og þínar Íslendingasögur og kunna það bara þetta lingó sem inn í þeirra partíi. Sko menningin náttúrulega miklu víðari og kannski bara frísklegt og fjörugt að fá forseta sem ekki þarna inn í þessu partíi. Sko. En þú mátt náttúrulega ekki kunna Laxness, sko, þeir eru að þykja Bjartur í Sumarhús að vera hetjan, sko. Nei, ég heyrði Lesi Laxness þá getur maður ekki muna þetta sko ekki stað fyrir stað. Þú veist, ég heyrði í morgun í útvarpinu stjórnmálafræðing líka Höllu Tómasdóttur við Donald Trump. sem var með mjög hvað er að frétta sko að þetta sé bara einhver hver var þetta segir ég var að Birgir ég var í ég held að það veri Birgir Hermansson sem að Þorvaldur, þú talstur okkur förum saman til Bandaríkjanna þar eru framöndan kosningar sem skipta verulega miklu máli eða hvað, er þetta bara tveir gamlir kallar sem að hvað? Ég spáði rétt fyrir við boðum til vina minna úrslitin í gær og nú skal ég segja þig hverju ég spáði úrslitin í Bandaríkjunum í nóvember. Biden mun sigra með allmiklu mun og það bara stafar af því að ég traust á bandarískum kjósendum þrátt fyrir ýmsar vandræðilega fréttir sem af sumum þeirra berast og þeir hafa eiginlega aldrei klikkað á örlaga stundum á fyrri tíð og þess vegna held ég að Trump tapi. Ég er ekki einu sinni vissum að hans flokkur þori að tefla honum fram í ljósi þess sem að gerast núna. Redda einhverjum öðrum? Já, nei bara að sjá hversu vandræðilegt þetta er. Hvenær förum við að sjá þetta? Já, klukkan hvað meður hennu? Nei, bara svona hvenær á árinu. Þú er svo ástóð að það sé síður. Þetta mun gerast á næstu vikum og mánuðum. Það ennþá 5 mánuði til kosninga og auðvitað munu margir bandaríski kjósendur í 20.000 tali eða meira að átta sig á því að það gengur ekki fyrir forysturíki í heiminum að tefla dæmdum glæpamanni fram til forsetakjörs og ef menn sjá það ekki nógu margir að þá náttúrulega en ekki snúa hann sé fórnaland. Ég hef ekki trúið því. Maðurinn er gangandi glæpafaraldur og hann hefur verið það alveg frá 1980 eitthvað, ég fylgst með honum öll þau ár Nei, gangandi glæpafaraldur, mér finnst þetta fínt. Já, þannig horfir þetta við mér og það að mann skulle finna því að hinn sé komið til ára sinna líka og hann hefur bara staðið þessi býstna vel að mörgu leyti í innanlandsmálum að fyrst mörgum og þannig að ég spá honum sér í. Hann er jafngamall mikill stjörnu í þínu lífi sem
Paul McCartney, þeir eru jafn gamlir. Segðu. Já, Biden og Paul. Segðu. Jó, þá á hann mikið inni, sko. Já, hann getur rokkað í 3 tíma. Hann getur rokkað í 3 tíma eins og Paul. En sko, ég held líka, það var hérna fyrir einu degi, þá birti Biden eða Hvíta húsið planum frið, eða þeirra áætlun eða tilboðum frið á Gaza, sem eru í 3 skrefum og innifelur sko gríðarlega fjárfestingu og uppbyggingu á Gaza eftir friði náð og þetta er svona að ég held sko að það er rosa stórt vandamál fyrir Biden, þú veist, það sem þjóðamálin á Gaza eru, þú veist, Vietnam Bidens, það er bara þannig, en og ég myndi halda að þessi áætlun sem var lögð fram er svona einhver leið hans til að viðurkenna að, þú veist, að framgangan hefur ekki verið rétt en reyna að halda haus samt sem áður. Og það gæti mögulega líka skipt miklu máli fyrir hann, en ég hef enga trú á því að Trump vinni eins og þú. Ég bara, ég held að... Heldur að Trump sigri? Ég er að taka undir með Þórhildi, sko. Ég hef enga trú á því að Trump vinni, því ég held líka, sko, að það fer svo mikil orka hans megin í sko kaosið í kringum þetta allt saman, þannig að jafnvel þó að það myndi ekki gerast að flokkurinn... þessu kaosi. Já, en þú þarft samt, þú veist, að geta einhvern veginn náð fólki á kjösta. Hann náði, sko, þegar hann vann kosningarnar, þá gerði hann það með því að annarkvort var hann ekki að fara að sofa eða hann vaknaði snemma eitthvað tíma svona 4 nóttina, sendi eitthvað tweet sem gerði allt vitlaust og það voru allir fjölmiðlar sem ádita upp að tala hvað Trump var rosalega vitlaus og hann vann kosningarnar á þessu. Bara á kaosi, umræðu og djöfulgangi. Mér ákveð bara ítreka að ég einskorðaði hól mitt Biden við innanríkismál, ég sagði það skipt. Já, ég var bara að segja, ég held að þetta plan gæti haft áhrif, sko. Þú veist. Ég ætla ekki að spá bandarísku kosningarnar. Bandaríkin er bara svo flókið fyrir brigði, ég kann ekki lesa það. Pæli ekki því. Þetta er stór kosningar í Bandaríkjunum. Já. Jú, en þú veist... Óttastu til þess ef að Trump vinnur að enda með einhverjum óskupum? Já, algjörlega, ég meina það var stemdi nú bara langleiðin í það þetta er orðið svo, ég held að ég geti sko enda með meiri óskupum en ég get ímyndað mér. Og líka bara þessi gaslýsingakúltúr sem hefur fylgt Trump og Trump í rauninni innleiddi rosalega mikið bara í gegnum með sína Twitterfærslur, þannig að mjög margir fóru að sjá að þetta bara svínvirkaði. Og það er náttúrulega það sem að gerist og þetta með að má merkingun á hlutunum sem ég held að sé bara hættulegasta í nútímanum núna, að það er bara allt sem hefur eitthvað gildi eða merkingu, það er bara hægt að gaslýsa undir eins með einhverjum PR-aðferðum eða einhverjum bara skilum og það er bara það sem ég get tengt við kosningabaráttuna heima. Maður sé bara þessa aðferðafræði, verða skjóta rótum hérna. Já, ég meina, maður skjóta inn, sko, ég held að Trump var fundin upp á Íslandi löngu og hann var fundin upp í Bandaríkjunum. Já, þetta er þessi menning, já, nei, ég meina, ég er ekki að segja þetta sé fyrst að koma núna, en þú veist, það er eitthvað við kúltúrinn sem er að verða ósvífnara. Og það getur líka bara fylgt samfélagsmiðlum og líka bara uppgangi populisma eða populískrar aðferðafræði og þetta þá, þú getur bara gert hvað sem er og þá sé einhver öfl sem bara komið með aðra á hendur í frétt akkurat á því augnabliki sem þessi óþægilega frétt, eða þú veist, það er hægt að leika svo mikið með. Ég vona að Þorvaldur hafi rétt fyrir sér. Ég vona það innilega. Af því að ég held að það verður stórhættulegt fyrir heiminn ef að Trump verður forseti, af því þá mun hann ekki fíleflast heldur margeflast og verða alveg. Ég er svo mikið nörd, sko, ég horfði á blaðamannafundinn hans þegar við vorum að fara gegn COVID og það er alveg ótrúlegt hvað hann kemst upp með að ljúga að fólki. Og hann bara delerar aftur og aftur. Það margdæmdur, ég meina, þetta verður ekki búið, dómsmálið verður ekki búið í nóvember, sko. Þú veist, hann dæmdur þarna
en svo áfrýjar hann og áfrýjar og dregur það og dregur og segir að þetta sé allt aðför að lýðræðinu og nú verði þjóðin að standa saman með sér gegn þeim sem eru að reyna að hindra réttlæti og að lýðræðinu á fram að ganga. Þetta séu pólitískar ofsóknir gegn sér sem að sé að reyna að frelsa bandaríska þjóð frá glundroða og gamalmenni sem að sé með heilabilun og hann ætlaði að vera frelsarinn, uppfullur af alls konar falsfréttum, gaslýsingu og þess háttar og því miður þá hafa populistar allan heim komist til valda á nákvæmlega þessu að búa til sameiginlegan óvin að vekja upp ótta hjá almenningi sem að reyna að eiga til hnífs og skeiðar á hverju minnsta degi og halda þakinu yfir höfðun og sér og börnunum sínum og þetta virkar á Íslandi, þetta virkar í Bandaríkjunum og þetta virkar allan heim og við sjáum þetta gerast allan heim. Þannig að ég fyrirgefi hvað ég ógeðslega svartsýn en ég vona að honum takist ekki ætlunarverk sitt. En þetta líka fín brú yfir því það sem að gerast það náttúrulega, þú ert náttúrulega með flokk sem ætlar ekki í kosningar að ræða gjörðir sínar, heldur ætlar að búa til hópa hræddum kjósendum og kenna hælislendum og þú veist einhverju lattileipandi fólki í Reykjavík eða whatever, búa til óvin og búa til hrædda kjósendur. Já, og það gengur bara vel. Já, það gengur og bara hver flokkur á fætur öðrum. Þetta er búið að vera mjög gaman að hafa ykkur, en allt yfir sín endi. Þorvaldur Gylfason, Atli Þór Fanndal, Auður Jónsdóttir og Helga Vala Helgadóttir. Þakka ykkur fyrir að vera með okkur hér. Og hér á eftir koma allt komið sambandi hjá með Smári, ert þú með nöfnin? Það koma fólk sem hefur verið leiðandi í kosningabaráttunni fyrir hönd þeirra þriggja efstu. Karin Kjartansdóttir sem var í kosningateymi Höllu Hrundar Lóadóttur, Friðjón R. Friðjónsson sem var í kosningateymi Katrínar Jakobsdóttur og Vigdís Jóhannsdóttir sem var í kosningateymi Höllu Tómasdóttur. Það er komið eftir, en áður en að því kemur í tilnefni sjómannadagi dagsins að þá ætlum við að skjóta hér inn ávarpi óþekka sjómannsins sem að Þröstur Leó Gunnarsson sjómaður og leikari fer með. Gjörðu svo vel. Ágætu landsmenn og félagar mínir á sjó og ekki síður þeir sem í landi, þeir sem hafa hrakist í land og þeir sem að reyna að draga fram lífið á strandveiðum. Allir þeir sem þrá að starfa sem sjómenn og hafa til þess reynslu og getu en eiga ekki neitt kvóta. Mega ekki róa því þeir eiga ekki fiskinn sem auðvitað ætti að eiga sig sjálfur en sem nú skráður og þinglistur sem eign samherja og félaga. Gleðilegan sjómannadag til öll. Skálum fyrir draumi okkar frelsið út á sjó. Skálum fyrir draumnum okkar að geta fiskað og með tímanum stækkað bátinn okkar og jafnvel eignast vinnslu í landi, byggt saman upp betra þorp eða betri bæ, betra land. Skálum fyrir frelsinu sem horfið og gleymt. Það var gefið öðrum en ykkur. Skálum fyrir þeim tíma þegar maður gat rifið kjaft og þótt maður væri rekinn gat maður alltaf fundið annað pláss. Skálum fyrir þeim tíma þegar sjómenn létu í sér heyra og áttu öflug félög sem höfðu áhrif. Beygðu sig ekki fyrir valdi stórútgerðarinnar sem í dag ræður öllu. Fjandinn hirði það pakk. Það illur yfirboðari sem kúar fólk með launatjekkanum, hótar fólki að svipta það lífsafkomunni. Það sannarlega skítapakk. Skálum fyrir öllum þeim sjómönnum sem byggðu upp fiskveiðar hringinn í kringum landið, tóku þátt í því að lyfta Íslandi upp úr fátækt og opnuðu fyrir nútímanum. Frelsuðu fólk frá örbirgð, hleyptu inn framförum og velsæld. Skálum fyrir öllum þeim sjómönnum sem fórnuðu lífi sínu við að teygja sig eftir betri afkomu fyrir sig og sitt fólk og í leiðinni fyrir samfélagið allt. Leiðinlegt að engin sjómaður hafi fengið veiðirétt, aðeins útgerðarmenn. Það svíður í hjartað
bölvað óréttlæti að framlag þeirra hafi verið einskis virt kynslóð fram að kynslóð. Sjómenn sem byggðu upp sjávarbyggðir allt land. Skálum fyrir þeim sem börðust svo við getum fært út landhelgina. Tryggt að afraksturinn af fiskimiðunum færi til að byggja hér upp gott og heilbrigt samfélag. Það er ekki við þetta fólk að sakast þótt allt hafi farið á annan veg og aðeins örfáir hafi eignast fiskimiðin og noti þau til þess að auðgast og auka enn völd sín og séu að breyta Íslandi í verstöð sem þau eiga ein. Verstöð þar sem við erum bara verbúðafólk og við verðum að standa og sitja eins og þau segja. Skálum líka fyrir stjórnmálafólkinu sem studdi sjómenn. Skálum fyrir þeim tíma að sjómenn voru á framboðslistum flokka. Skálum fyrir hugmyndinni stjórnmálafólk sem vinnur fyrir almenning en ekki aðeins fyrir hinn valdamiklu og ríku. Skálum fyrir sjávarútvegsstefnu sem þjónar samfélaginu en ekki aðeins örfáum auðmönnum. Látum okkur dreyma á sjómannadaginn stjórnvöld sem endurheimta fiskimiðin og gefa þjóðinni þau aftur svo arðurinn af þeim geti orðið grunnur að góðu samfélagi. Látum okkur dreyma. Látum okkur dreyma á sjómannadaginn hátíðarhöld sem ekki eru kostuð af brim eða samherja. Þar sem þetta er hátíðisdagurinn okkar og baráttudagurinn okkar en ekki þeirra sem hafa sölsað undir sig allt erfiði okkar. Sjómannadagur sem stór útgerðin heldur hátíðlegan er dagur sem fagnar ástandinu eins og það er. Fagnar því að fiskimiðin hafi verið einkavædd og þau séu eign manna sem nota auðsinn til að auka völd sín og auka þannig enn auðsinn. Þeir fagna því að hafa byggt fólk undir sig. Fagna því að hafa þaggað niður í sjómönnum. Sjómannadagur stór útgerðarinnar er sigurhátíð hinna fáu yfir fjöldanum. Sá dagur er ekki okkar dagur. Þess vegna sit ég hér og bölva. Það þurfti ekki að fara svona. Kerfið sem við búum við er mannanna verk. Þess vegna getum við haft það allt öðruvísi. Haft það eins og við viljum og eins og þjóðin vill. Því þjóðin vill svo sannarlega ekki að örfáar fjölskyldur eigi fiskimiðin og reki sjávarútveginn eins og alræðis ríki hinna fáu og freku. Nei, þjóðin á sama draum og við sjómenn. Þegar við siglum út á sjó, séum við að sigla inn frjálsan heim þar sem allir eru jafnir og hafa sömu tækifæri, en ekki inn í myrka veröld þar sem einn á allt og hinir ekkert. Gleðilegan sjómannadag, kæru vinir. Ekki sjómannadag stór útgerðarinnar, heldur daginn okkar. Daginn okkar. Ef við stöndum saman, munum við geta glaðst innilega á komandi sjómannadögum. Og á öllum dögum. Skál fyrir því og gleðilegan sjómannadag. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.